Jæja, velkomin á sagnastund á Garðskaga. Það nú gaman að sjá hérna mörg ný andlit. Verið velkomin öll sömul. Við hérna, félagar tveir hérna, Bárður, vinur minn, við höfum staðið fyrir hér einhver misseri. Sagnastund á Garðskaga. Það þannig að það koma hingað sagnamenn, alvöru sagnamenn, og segja okkur sögur, helst svona mestuleyti tengt hér svæðinu, Suðurnesjunum. Við tökum frí yfir sumarið með þetta, þannig að þetta núna svona vorfagnaðurinn, og það var okkur alveg sérstök ánægja að fá athafnamann og menningarmann úr Grindavík til þess að koma og vera hérna með okkur. Alli á bryggjunni, Aðalgeir Georg Daði Jóhansen, ekki rétt hjá mér? Hann, auðvitað eins og þið vitið, hann var að gefa bók, Grindavíkur Blues, og náði mér í inntak og las þessa bók. Hún er skemmtileg, hún er svolítið öðruvísi. Þetta er svona þannig lagað, hann segir söguna út frá sér, og ég dáist að því, hann segir hérna sögu af mögnuðum garðmanni, og hún er einstaklega flott og nákvæm, og hann skrifaði svo mikil tilfinningu þetta, okkur hér. Mér langar aðeins þegar ég leiði í bíð alla velkomin að segja ykkur frá því. Ég hef svolítið fengist við leiðsögn og hef notið þess mjög oft að koma á staðina í Grindavík, sérstaklega bryggjuna, með hópa og fengi góða súpu og humarsúpu með humri í, og þegar ég kem þarna tiltölulega snemma, þá og að leggja bara bílum svona og fólki byrjaði að fá súpu, þá kemur Alli og segir: "Þið leiðsögumenn, þið verðið að vita hérna ýmislegt plássið." Og já, segi ég. Og hann segir: "Komdu með mér." Og við setjumst út í Mercedes-Benz, nánast stærstu gerð. Og það eru net í aftursætinu og pappírar í framsætinu. Og við förum Grindavík og hann segir, sko, hér var Guðbergur, sko, fórum upp á hérna götuna sem hann var, Hvassahraun, og svo hér var Sigvaldi, og mér þótti vænt þetta og gaman að þessu, og hann brunaði með mig. Og svo þegar við komum niður til, að þá var nú fólki búið að fá súpuna og hálfpartinn farið að bíða eftir mér. Ég fekk nú samt smá súpu, en það sem ég sagði alla ekki, og segi hún núna fyrst: ég var margoft búinn að fara með gönguhópum Grindavík og koma í Hvassahraun og að læknishúsinu. En það breytir sig ekki neitt. Áhuginn og krafturinn, og ég man enn hvað ég hugsaði. Þarna maður sem líka með öflugt framdrif. En hann gjörði svo vel. Þitt gólfið. Þakkaði fyrir Hörður. Það minntist ekki á það að Kaldalónstímabilið í Grindavík var eitthvað mesta menningarskeið sem Grindavík hefur komið. Og það sem hann glemdi að segja ykkur, að það samið eitthvað fallegasta jólalag, það jafnast á við heimsum ból, nóttin var svo ágæt ein, og að frumflutt í Grindavíkurkirkju á jólum 1941. En takk fyrir Hörður, þitt mál og Bárður. Takk fyrir að fá að koma hérna til ykkar. Ég hef lengi dáðstað ykkur fyrir að halda uppi þessu starfi hérna út á Garðskaga. Og ég kom daginn þegar var verið að fjalla Jamestown, fullt hús. Og núna þegar ég kom hérna, ég get ekki betur séð að það sé bara líka fullt hús. Þetta er bara hér eins og á bryggjunni í Grindavík. En ég ætla bara að taka bókina mína og ég ætla að lesa úr henni kafla og kafla, smátt og smátt. Og ég ætla að byrja á því að lesa formálan. Svona til að skilja bókina, þá væri maður kannski að kíkja aðeins í formálan. Ég ætla bara að fá mig sæti. Nei, ég ætla bara að standa. Lesandi góður,
Þessi bók ekki sagnfræðirit. Hún meira og minna byggð á flökkusögum og hreinum hugaburði. Kannski meira og minna haugalígi. En það þó punktar inn á milli sem gætu verið til fróðleiks og vonandi skemmtunar. Seinni part 19. aldar fæddust 3 strákar í Grindavík. Bræðrasynirnir Bjarni Sæmundsson og Einar G. Einarsson kaupmaður í Garðhúsum. 3. strákurinn var Guðsteinn Eyjólfsson úr Krosshúsum. Það er ákaflega freistandi að feta sig eftir sögu þessara pilta. Sá síðast nefndi kom úr sárri fátækt, honum tókst að fara til Danmörkur og læra að sauma föt utan karlmenn og byggja undir sér töluvert stórveldi sem leiddi af sér gott orðspor. Ég held að sé einhver síma að hringja hjá okkur. Einar kaupmaður í Garðhúsum fór í viðskipti og var sveitarhöfðingi í Grindavík. Hann var sagður moldríkur og fyrirmynd af Jóhanni Bóesen í Sölku Völku eftir Kiljan. Bjarni Sæmundsson fór menntaveginn og lærði náttúrufræði með áherslu á fiskifræði. Sagan segir að hann hafi rannsakað sjávarlífið við frumstæðar aðstæður. Hann fékk að fara með togurum og skoða fiskinn með sínu vísindalegu aðferðum. Hann hafði ekki fasta koju til að sofa í, heldur fékk að kasta sér hingað og þangað skipið í flet þar sem eigandinn var við skyldustörf borð. Einu sinni voru þeir út á banka á togaranum Skallagrími. Þeir fylltu skipið og lögðu af stað á landstím í birtingu. Þá fékk fiskifræðingurinn að halla sér í bestikkinu. Stefna var tekið fyrir Reykjanes, seinni hluta marsmánaðar eða í byrjun apríl. Veðrið var gott, norðan gola og ferðin gekk vel. Þegar þeir nálguðust Grindavíkina kom strákurinn sem var á stímvaktinni aftur í bestikkið, vakti fiskifræðinginn og ávarpaði hann með þessum orðum. Góðan daginn, Grindvíkingur, gott veðrið, sléttur sær, svífa í hilling, Suðurnesin, sólaroð og hlíðar slær. Fyrir handar hraun og tinda, hugakær og minnarík, býður okkar bernsku ströndin, brimi sorfin, Grindavík. Kvæðið eftir Magnús Stefánsson sem orti undir nafninu Örn Arnarsson. Erindin eru 5, en hér látum við nægja það fyrsta. Kaldaljóns bjó til fallegt lag við kvæðið þegar hann bjó í Grindavík. Þetta var formálinn. Sko, ég að hugsa að bara vinda mér í næsta kafla og lesa í framhaldinu kafla, hann ekkert langur, en hann gerðist, við nokkri félagar í Grindavík urðum fársjúkir af bakteríu sem menn veikjast af á miðjum aldri og fara út á golfvöll og spila golf 36 holur á dag og menn fengu, þau sem þekkja það hérna líka, og þeir fengu bátt stundum frá þeim sem þau bjuggu með. Og einu sinni þurfti einn okkar að hringja heim til að biðja gott veður. Og konan tekur upp símann og þá segir þessi golfari: golfgangan hafin, glæsileg sem fyrr. Tóttin tengir staðinn, tíminn stendur kyrr. Þeir byrja að fara á barinn, blindir í sinni neyð, áfram allur skarinn, alltaf á réttir leið. Golfararnir kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenar ég kem heim.
og þá skellti konan á. Svona var nú lífið þá daga, en svo fórum við stundum til útlanda og við fórum Grindvíkingarnir svolítið niður í Torquay á suðurströnd Englands, í Devon. Þar syngja þeir svolítið enskuna, því sem kannast í það sem hafa komið þarna. Og við spilum 36 hólur á dag, en ákvaðum það einn morguninn að nú skildum við bara fara að kíkja á bæjarlífið og fara út á völl eftir hádegi. Og þá skulum við byrja á þessari sögu. Mér verður starfsýnt á mannin sem stendur fyrir utan íþróttabúðina. Hann heldur á 2 lítra kókflösku úr plasti. Flaskan er tæplega hálf af einhverju glundri sem á litið svipað á því sem kostum frá okkur, oftast með reglulegu millibili. Hann með mjög sítt hár og skegg. Þó hárið farið að finnast ofan á hvirflinum aftanverðum. Skæld leðurstígvélin hafa einhvern tíma þótt góð. Frakkinn nær niður á miðja kálfa. Hann var líka einu sinni fallega brúnn. Kasmírullin var valin af mikilli kostgefni í þessa flík sem kostaði sitt á sínu tíma. Nú hún grútskítug og þakin heigi niður eftir öllu bakinu þar sem hann hangir á kröftugum herðum þessa kostulega manns. Þrátt fyrir allt hann klæddur eins og höfðingi sem leit út eins og róni sem átti hvergi höfði sína halla. Það eins og hann hafi sofið í hlöðu nóttina. Þessi dánumadur passaði einhvern veginn ekki inn í umhverfið eins og var til fara, þó ekki væri nema vegna þess að hann var þau 2 metrar á hæð og lofthitinn var 25 stig á Celsius. Þarna á horninu á Union Street og Belgrave Road þegar komið iðandi mannlíf þótt klukkan sé ekki nema rétt að verða 11 fyrir hádegi. Listamenn með gítara og flautur að koma sér fyrir, en söngurinn svolítið hás, svona í morgunsárið og hljóðmarnir þingulegir. Framundan Bank Holiday, sem nokkurs konar verslunarmannahelgi. Rauðharður strákur í blárri skyrtu með síðan eyrnalokk öðrum megin stöðvar mig og vill fá pening fyrir bjór. Ég hef sennilega passað illa inn í umhverfið og virkað sem auðveld bráð fyrir smáglæpamenn. Hann talar með syngjandi hreim tungunar sem töluður í Devon á suðurströnd Englands. Ég svaraði á minni fegustu íslensku sem mér var unnt. Are you from Russia? Segir félagi þess rauðharða með eyrnalokkin, mjög skuggalugur náungi og útlifaður. Hann dró annað auga dálítið í pung leið og hann spurði þjóðerni mitt. Maður með fortíð og mér var ekki farið að verða sel. No, he is not. He is from Iceland and he is my friend. Heyri sagt fyrir aftan mig djúpri baritónröddu. Strákarnir með eyrnalokkin og fortíðina létu sig hverfa umsvifalaust leið og stóri maðurinn ávarpað mig á lýtalausri íslensku. Ég heiti Benedikt og prófessor í stærðfræði við háskólann í Plymouth, sagði hann. Þú gafst mér auga, svo ég ákvað að skoða þig svolítið nánar. Bætti hann við. Við spjölluðum saman smástund þarna í mannfrönginni. Hann sagðist vera fæddur og uppalinn í garðinum. Eftir þessar upplýsingar ákvað ég að bjóða Benedikt upp á bjór. Við gengum yfir götuna og tókum stefnuna á stórt og gamaldags þunglamalegt skilti sem var búið til úr gömlum klofnum trjából sem ástendur stórum stöfum Pickwick Inn. Nafninu kyrfilega komið fyrir ofan við andyrið að snyrtilegri krá. Biðröðum fyrir utan var að finnast, vertinn var að opna þegar okkur bara garði og fastagestirnir auðvitað mættir stundlega. Í Englandi það vit ekki venja að opna pöbbana klukkan 11 fyrir hádegi. Þannig hefur það verið í 100 ára.
Við fengum sæti við glugga sem vissi út í þröngt húsasund. Það leið ekki á löngu þar til feitlaginn ungur maður með mikla svundu framan á sér sem var merkt dönsku bjórfyrirtæki kom með freyðandi fullar pynturnar fyrir okkur. Það var með ólíkindu hvað Benedikt var þyrstur. Hann bar stóra pyntuna upp að vörum sér og augnabliki síðar var hún tóm. Þetta var eins og vökva eyðisand í sólskini. Strax á annarri pyntu færðist ró yfir prófessorinn. Hugurinn var komin í garðinn á 5. áratugnum. Þegar Benedikt var að alast upp innan sjómennsku, fiskverkun og sveitastörf. Garðurinn var stór og fjölmennur á þessum árum. Það voru það bil 750 íbúar. Keflavík var með fleira fólk en garðurinn, þeir fóru fram úr okkur nokkrum árum fyrr, sagði prófessorinn. Keflavík var bara ein jörð á milli Njarðvíkur og Garðs. Njarðvíkurnar náðu alveg að versluninni Stapafelli við Hafnargötuna. Landamerki Garðs og Keflavíkur voru þessu slippurinn er núna, Dráttarbraut Keflavíkur. Grófin og bergið tilheyrðu garðinum. Þetta var löng strandleikja og margar varir á leiðinni frá Slippnum og út á Garðskaga, sagði Benedikt og svolgraði í sig bjórnum. Upp frá þessum vörum myndaðist byggð, bætti hann við. Það voru sannkallaðir útvegsbændur sem byggðu upp þessa strandleikju. Hér á árum áður voru til dæmis 28 heimili í leirinu einni. Þarna voru Hrúðunes, Gufuskálar, Stórhólmur, Bakkakot og Bergvík. Tryggvi Ófeigsson, stórútgerðarmaður, er ættaður frá Bergvík í leirinni. Hann átti útgerðarfyrirtækið Júpíter og Mars. Þegar komið lengra inn eftir ströndinni koma nöfn eins og Meiðastaðir, Rafnkelsstaðir, Garðstaðir, Gauksstaðir og Kothús. Óskar Halldórsson skráði allan sinn flota frá Kothúsum, sagði Benedikt. Þarna voru nöfn eins og Brekkuvör, Kothúsavör og fræg varða sem á sér sögu sem mörgum er gleymd. Þessi varða var kölluð Ranglát, sagði kallinn. Hún tengdist því að Innesingar fengu ráðamenn til að trúa því að garðmenn legðu svo margar netatrossur fyrir utan að það kæmist engin fiskur inn á flóan á þeirra fiskimið. Það var svo bannað að leggja net fyrir utan einhverja línu sem markaðist af þessari vörðu og annari hinum megin við flóan til þess að Seltirningar og aðrir Innesjamenn fengju tækifæri á borðu Suðurnesjamenn til að veiða fisk. Tímarnir breytast og varirnar verða úreltar sem hafnir, bátarnir stækka og athafnasvæði þeirra flyst yfir í Sandgerði. Fiskverkunum verður þó eftir á sínum stað og fiskurinn keyrður á milli. Það voru ótrúlega duglegir og framsæknir menn í garðinum á þessum árum þegar ég var að alast upp, segir prófessorinn og rífur í skeggið með krumlunum á báða hjálka. Það voru 14 bátar úr garðinum í höfninni í Sandgerði, en bara einn frá þeim. Muninn var eini Sandgerðisbáturinn, en gerðabátarnir voru frá Rafnkelssstöðum, Vörum, Kothúsum, Gauksstöðum, Sólbakka og Gerðum. Þessir bátar voru þetta frá 14 til 23 tonn. Presturinn, hann séra Eiríkur Brynjólfsson, var með yfir 20 kýr í fjósi og fleiri hundru fjár, sagði Benedikt. Sonur hans heitir Guðmundur Eiríksson og er menntaður þjóðréttarfræðingur. Hann er mikið í forsvari fyrir Íslendinga í hafréttarmálum. Krakkar á þessum árum byrjuðu snemma að vinna. Þau unnu öll almenn störf sem tilfalla til sjávar og sveita. Menn fóru snemma á sjó og sumir voru orðnir útgerðarmenn fermingu. Það er ekki hægt að segja hvenær menn byrjuðu að fara til sjós. Sjómennskan var þessum strákum svo eðlileg að segja má að hún sé þeim í blóð borin og fullkomlega meðfædd.
Þrátt fyrir harða lífsbaráttu og mikla vinnu var samt tími fyrir íþróttir og leiki. Leikir og áhugamál ungu kynslóðarinnar tengdust mjög lífsbaráttunni. Haustin voru tími leikja og íþrótta. Ungmennafélagið Garðar fékk til sín fimleikakennara. Unga fólki sýndi fimleikunum mikinn áhuga. Þannig voru strákar sem náðu ótrúlegri fimi í þessari íþrótt. Fimleikaflokkurinn fór í sýningaferðir í næstu byggðir. Sigurður Hallmannsson, faðir Ísleifs og Hjartar, var yfirburða fimleikamaður, gífurlega flinkur. Hann var að vísu svolítið eldri en við hinn. Þarna var Eggert á Gísla Árna, bræðurnir Jóhannes og Gísli frá Gaukstöðum, Bjarni frá Tóttum var líka rosalega klár. Hann notaði hvert tækifæri til að ganga á höndum. Hann var stundum að beita inn í skúr þegar hann skyndilega stakk sér á hendurnar og hljóp allan beitningaskúrin í fullum skrúða. Hann hafði mjög gott jafnvægi og var mjög fimur í alla staði. Ég verð að fá með vatnssopa fyrir mér. Prófessorinn var að tala Bjarna Þórarinsson, hafnarstjórann okkar í Grindavík. Ég get sagt þér góða sögu að Bjarna sagði ég við prófessor Benedikt. Hann var kominn svo langt inn í liðna tíð á þessari stundu og löngu búinn að gleyma sér. Það var auðséð að ég truflaði hann, því hann horfði á mig brúnum, grindalegum augum og sagði, jæja. Bjarni stundaði sundlaugina mikið í Grindavík fyrir nokkrum árum og kannski gerir hann það enn, bætti ég við. Við strákarnir vorum að koma á fótboltaæfingu og notuðu sama búningsklefa. Bjarni var í sturtunni þegar við komum inn. Við fórum að hita upp og teygja eins og lög gera ráð fyrir áður en lagt var í æfinguna. Sumir tóku seppubandið og aðrir fóru að reyna að setja lófana í gólfið með beina fætur. Bjarni horfði á okkur góða stund en segir svo með vandlætingasvip. Þið eru nú meiru tréhestarnir. Þjálfarinn horfði í forundran á hann á þennan sérkennilega gamla gagnrýnanda sinn og það var ekki laust við þykju í svipnum. Þjálfarinn hafði leikið fjölda landsleikja fyrir Íslands hönd og verið atvinnumaður í útlöndum í mörg ár. Áður en hann gerðist þjálfari Grindavíkurliðsins. Hvað þykist þú eiginlega að vera kallskarfur? Það var ekki laust við þunga í röddinni, enda þótt hún ætti að hljóma stríðnislega. Bjarni sem þá var fyrir löngu orðinn 60, vippaði sér léttilega upp á hendurnar og gekk búningsklefan góða stund. Þegar hann hafði gengið nægju sína, sneri hann sér við og brá sér léttilega í splitt. Ég legg ekki meira á okkur. Það mátti heyra saumnál detta í búningsklefann. Slíkt var hljóðið. Það leið löng stund áður en menn fengu málið á nýjan leik. Þessi sýning hafnarstjórans var einstök og það fór ekki fram hjá nokkrum sem vitni varð að þessum atburði að hér fór maður sem einhvern tíma hafði verið fimur svo ekki sé meira sagt. Prófessor Benedikt hlustaði andaktugur á þessa sögu. Er hann ennþá svona, spurði hann. Ég get sagt þér margt Bjarna Þórarinsson frá Húsatóttum. Við vorum lengi saman á sjó, en fyrst var ég að fá bjór. Tíminn í upphafi 5. áratugarins var gífurlega viðburðaríkur út í garði. Styrjöldin geisaði alla Evrópu, frændur og bræður berast á banaspjótum. Ísland var hernumið af Bretum og Kaninn kom skömmu síðar. 2 stórveldi hafa herbækistöðvar á sama tíma út á Garðskaga. Túnin sem tilheyra Hafubjarnarstöðum og Kolbeinsstöðum voru tekin og notuð sem flugvöllur. Þarna lentu Spitfire orrustuflugvélar í stórum hópum. Það stunduðu skothæfingar þannig fyrir utan með miklum látum. Garðskaginn, byggðirnar Sandgerð og Garður
voru nokkurs konar forstofa fyrir landið. Þarna fóru öll skip sem voru á leið til Reykjavíkur og inn í Hvalfjörð. Allt þetta rask truflaði svolítið þetta venjulega kyrrláta samfélag eins og allir hljóta að sjá. Við vorum að fara á sjó á honum Faxa sem var 26 tonna bátur. Bjarni var að beita en var skráður varasjómaður ef einhver forfallaðist. Hann var sendur út á Stafnes að ræsa því það var ákveðið að fara í skyndingu. Það hafði verið spáð snarvittlausu veðri en það bólaði ekkert á því. Það var tvíbeint bent með veðrið en það voru allir að fara á sjó. Það náðist ekki í alla og því var Bjarni að koma með 15 eða 16 ára gamall. Við vorum byrjaðir að draga línuna út á Hafnarleir þegar komið var snarvitlaust veður. Þetta var það versta sem ég hafi lent í á sjó, sagði Benedikt. Þetta var aðfaranótt laugardagsins 12. febrúar 1946. Það fórust 4 bátar þessa nótt. Magna frá Norðfirði hvolfdi, annar bátur Barði var á næstu grösum og kallarnir þar borð sáu þegar slysið varð. Þeim tókst að bjarga 1 manni en 4 drukknuðu. Hinir bátarnir sem fórust þessa nótt voru Geir frá Keflavík, Aldan frá Seyðisfirði en hún var gerð út frá Hafnarfirði og Max frá Bolungarvík. Þegar við vorum svona hálfnaðir að draga, sagði Steini heitinn skipstjóri, það á aldrei að kúpla frá á kviku. Ég fer í land þegar það slitnar. Við vorum á leirnum og það slitnaði aldrei, svo við kláruðum að draga línuna. Við stóðum allir í stýrishúsinu á landstíminu. Bjarni var í glugganum og átti að fylgjast með vitanum. Annar maður, Einar Gestsson, var hinum megin og átti að horfa til sjóa. Allt í einu þegar við vorum komnir á Lens fyrir Garðskagann, þá fengum við á okkur fanta mikið brot, þannig að við blotnuðum allir sem vorum í stýrishúsinu. Þegar við vorum komnir aðeins lengra á Lensinu, fórum við fram hjá brakinu af Magna. Strákarnir á Barða voru þá nýbúnir að bjarga 1 manni af honum. Við sáum bát fyrir innan okkur og þar búið að kynda bál. Steini, skipstjórinn okkar, fór að athuga þetta og fór eitthvað að beygja að bátnum sem var þarna í nauðum staddur. Reykjaröstin, sem var alveg ný á þessum tíma, 50 tonna bátur, var aðeins á undan okkur. Það var líka annar bátur á þessum slóðum, hann hét Muggur og var 15 tonn. Allt í einu kemur brot og það brýtur fyrir framann, svo kemur annað og það brýtur alveg við stefni í okkur, grunnbrot og næsta fyrir aftan. Þvílík ferð sem báturinn tók yfir á bakborðsíðuna og á hvolf. Bæði mösturinn fóru úr honum og stýrishúsið fylltist. Það brotnuði í því stytturnar. Bjarni meiddist í andliti og brotnaði eitthvað. Báturinn fór alveg á hvolf, það fór ekki á milli mála því að það voru för eftir hringina af maskininu í loftinu. Báturinn reis aftur upp á réttan kjöl vegna þess að mösturinn brotnuðu og léttu á yfirviktinni. Það sem var stjórnborðsmegin fór yfir í bak þegar hann tók þessa veltu. Ef það hefði ekki verið þessi gamli útbúnaður, vantar sem ekki voru splæstir, heldur benslaðir, þá værum við ekki báðir hér að drekka bjór, væni minn. Ég myndi ekki bjóða í það við sömu aðstæður ef það hefði verið röravantar og ekkert hefði gefið sig, því hann rétti sig við bara vegna þess að möstinni brotnuð af. Það var einn bátur sem komst inn í Sandgerði að þessu sinni. Það var Siggi gamli á honum Víði. Allir aðrir fóru til Keflavíkur. Er þetta nokkuð orðið langt reið? Er ég búinn að lesa mikið? Nei. Við vorum frá rekið þannig í rokinu. Tjörfi Kristjánsson
sem var meðan Ægi Keflavíkur reyndi að setja í okkur bryggjuspotta en þeir sungu í sundur eins og skot. Hann var í sambandi við land og við heyrðum hann kalla: ég sé allavega 3 menn. Aðstandendur voru að fylgjast með í landi. Þegar við vorum komnir inn fyrir Gerðhólma kom Keflvíkingur sem var 60 tonna bátur. Hann var sendur með sleftrossu sem Slysavarnarfélagið í Keflavík átti. Við settum fast. Bjarni var þá líka við að setja fast en hann hafði slasast við hamfarirnar og búinn að missa mikið blóð. Það tókst ekki betur til en svo að trossan rann út hjá þeim hjá þeim svo ekkert varð úr að við yrðum dregnir í land af þessu sinni. Trossan virkaði sem rekakkeri fyrir okkur, báturinn fór að taka upp í vindinn og þá var farið að ausa. Bjarni var þá búinn að missa svo mikið blóð að hann var orðinn máttfarinn og gat auðvitað ekki tekið þátt í austrinum. Þegar búið var að ausa, fór vélamaðurinn að fikta við vélina og honum tókst að setja hann í gang. Þá vorum við komin langleiðina til Hafnarfjarðar. Við komum inn til Keflavíkur fyrir eigin vélarafli klukkan 1 nóttina. Við mistum enga róður, það var gott veður daginn eftir og allir gangfæri bátar fóru að athuga með þá báta sem vantaði. Síðan kom 10 daga bræla og á þeim tíma var búið að taka möstrinn úr báti sem stóð upp í fjöru í Sandgerði og koma þeim fyrir í Faxanum. Svo var bara haldið áfram með vertíðina. Bjarni fór upp í læknishúsi til Björns læknis Sigurðssonar. Hann lagaði Bjarni eitthvað til svo hann gæti haldið áfram og klára vertíðina með sóma. Hefur þessi nefið á honum Bjarna, spurði Benedikt og var enn einu sinni með tómt glas. Beggi og Jói Gaukur voru í fimleikunum með Bjarna á tóttum og voru á þessum tíma á Jóni Finnsinni. Það var búið að spá þessu veðri og við vorum búin að taka okkur saman að það væri nú í lagi þó hann fara að gera smá brælu. Því okkur langaði að fara á ball kvöldið til Grindavíkur. Ég veit að þeir fóru og lentu í miklum slagsmálum. Nú kom allt í einu einhver styggð á gesti kráarinnar. Það kom ungur maður inn og hafði hátt. Hann hrópaði bjór á línuna. Er hún búin, kallaði kona kráareigandans og setti alla kranana á fullt. Fólkið þurfti að barnum til að missa ekki af neinu. Já, hún er búin, það var strákur, sagði hinn nýbakaði faðir rígmóntinn þar sem hann hörfaði til hliðar undan æstum gestunum. Árið áður, sagði prófessorinn, var brjálað fiskiri á línuna út af Krýsuvíkurbergi. Við byrjuðum með 36 bala en minnkuðum fljótlega niður í 30 til að halda eðlilegum tíma. Enda höfðum við ekki við meira að gera á þennan 26 tonna bát. Helmingurinn af flotanum í Sandgerði reri á daginn. Hann var að koma til að leggja þegar við vorum langt konum með að draga. Þetta breytti engu. Það var alltaf sama mokið og öllum. Við fiskuðum 45 skipund dag eftir dag. Það voru 3 hásetar, 1 vélamaður og skipstjóri. 2 daga af hverju 3 áttum við helminginn á baujuvaktinni en sváum þá stímið. Baujuvaktin skiptist á milli 2 hásetana en 3. hásetin varð alltaf að taka landstímið. Bjarni lenti alltaf í því að taka landstímið, 17 ára gamall. Alla leið frá Krýsuvíkurbergi fyrir Reykjanes og ræsti út af Eyrinni rétt áður en við komum í Sandgerði. Vélamaðurinn var náttúrulega til taks. Hann var alltaf á stjái en lagði sig líka oft á bekkinn. Stundum velti maður því fyrir sér hvort 17 ára krakkar hafi verið þroskaðri þá en nú til dags. Mér finnst einhvern veginn að strákar á þeim aldri yrðu aldrei settir í þetta í dag. Og þó.
Strákar úr garðinum byrjuðu á sjó, 9 eða 10 ára gamlir á trillum og lærðu allt til sjómennsku mjög snemma. Það má eiginlega segja að þetta hafi verið þeim meðfætt. Það var endalaust norðanátt þennan vetur. Við lögðum línuna alveg inn undir bergið. Þetta var í stríðslok og friðun búin að vera mikil. Engi breski togarar af neinu tagi. Við höfðum miðin algjörlega fyrir okkur og mokfiskuðum. Við fengum 1840 skipund á þennan 26 tonna bát. Við hættum ekki fyrir 20. maí en byrjuðum 2. janúar. Við náðum að róa það bil 100 róðra. Faxi var alltaf hæstur eða númer 2 yfir landið öll árin sem við Bjarni vorum þarna um borð. Skipstjóri var Þorsteinn Þórðarsson frá Bræðraborg í Garði. Næsta haust fór ég í háskólan en Bjarni fór í stýrimannaskólan við stýrimannastíg. Þegar Bjarni kláraði stýrimannaskólan var hann strax skipstjóri á Dúksinum. Hann flutti svo til Grindavíkur og tók Hafdísina fyrir Sverri á Brimnesi árið 1953. Þóri Tröð var stýrimaður, Beggi á Brimnesi var vélstjóri, Ólafur Stað var líka þarna um borð til að byrja með en varð að hætta. Bjarni var síðan stýrimaður á Hrafni Sveinbjarnarsyni hjá Sigga Magg. Hann tók svo Guðjón Einarsson eitt regnendahaust á meðan Gauji var að taka stýrimannaskólan. Þar voru um borð Siggi Garðars, Bragi Guðráðsson, Kjeli og fleiri. Þetta var haustið 1958. Eftir þetta fór Bjarni sem skipstjóri til Jóns Gíslasonar í Hafnarfirði. Hann tók Fróðaklett árið 1960 og Fram árið 1964. Þá ég aftur komin um borð í Bjarna, vina míns. Við vorum á þorsknót og fiskuðum rosalega. Við vorum líka saman á Hilmi KE á síld. Bjarni fiskaði vel á Hilmi. Ég hef aldrei haft aðrar eins tekjur á honum Hilmi, þannig stutta tíma sem Bjarni var með hann. Ingólfur Halldórsson í Fjölbrautaskólanum var kokkur. Jón Grímur, sonur Gríms læknis, var að byrja sinn sjómannsferil þarna um borð í Hilmi, 17 eða 18 ára. Hann núna skipstjóri á Guðmundi R.E. á loðnuveiðum. Hann Bjarni fiskaði vel á Fram. Það var alveg sama hvaða veiðarfæri var um borð. Það fiskaðist alltaf vel. Það einn dagur sem mér afar minnisstæður á sjónum, sagði Benedikt. Það var sumardagurinn 1. árið 1964. Við vorum á þorsknót og fengum eins og áanum 12 í einu kasti. Við fengum 40 tonn daginn áður og vorum að ganga frá. Það átti að fara í frí. Við vorum búin að vera vakandi í heilan sólarhring að gera við nótina sem var rifin. Hann ætlaði að fara með bátinn inn fyrir og binda. Við vorum sumi komnir í ferðafötin og tilbúnir að fara í land og eiginkonurnar voru komnar á Hafnarfirði á bílum til að sækja kallana. En við áttum bara eftir að binda bátinn. Allt í einu kallar einhver í Fram í talstöðinni. Það var Haraldur og Guðmundur Þórðarsyni. Þeir bræður, Haraldur og Bensi á Hafrúnu, voru þó að kasta í Selvoginum og voru eitthvað að fá. Bjarni lætur sleppa en í staðinn fyrir að fara yfir á Hinabryggjuna og binda bátinn fyrir fríið á sumardagi 1. þá sett hann á stefnuna út á ósinn. Þegar við vorum komnir til þeirra bræðra austur í Selvog fundum við torfu eins og skot og köstuðum. Við fengum ekkert, bara 4 eða 5 fiska. Það var búmm. Mórallinn um borð var rosalegur og kallinu var bölvað í sand og ösku. Hann kastaði strax aftur og við vorum ekki búin að draga nema nokkra hringi þegar það fóru að birtast 20-30 fiskar. Það höfðum við ekki séð áður, þóttum fengjum 20-30 tonn í kasti. Nú fórum menn að brosa aftur. Þegar við áttum eftir að draga 2 eða 3 hringi, byrjaði fellilínan að slitna og benslin að gefa sig. Við héldum
að við varum að missa kastið, en gátum náð aftur fyrir staðinn þar sem fellilina var að slitna og komum því upp á pokabómuna. Okkur tókst að háa bátinn fullan. Þegar við komum í land, vigtuðum við upp úr bátnum 64 tonn. Þeir hjálpuðu okkur aðeins við að klára þetta strákarnir á báti frá Ólafsfirði sem hét Ólafur Bekkur og líka strákarnir á öðrum báti frá Ólafsfirði sem hét Sæþór. Þeir voru að koma söður til að leggja net. Það var ekkert fiskir í netin þennan vetur. Fiskurinn var allur í loðningum sem voru langt fyrir ofan netin. Það var komið rosalegt stuð í gestina sem voru að fagna með nýja föðurnum. Prófessor Benedikt var orðinn svolítið undarlegur í framan, viðkvæmur af að rifja upp þessa löngu liðnu atburði og minningin var honum greinilega mjög kær. Skyndilega reis hann á fætur og sagði: það verður enginn ríkur af því sem hann á, heldur af hinu sem hann getur með fullri reisn farið á misvið. Síðan þakkaði hann fyrir sig, kvaddi og gekk út hröðum skrefum. Þar með er þessari sögu lokið. Það er best ég byrji núna þar sem ég ætlaði að byrja þessa sagnastund. Og það er með þessum hætti: bumbufeitur, búlduleitur, burgeis stígur gleitt. Hann á skip og skrautbygging og skuldar engum neitt. Aldrei verður hann einstæðingur, auðnum aðurinn sá. Legg í lófa karls, karl skal ekki sjá. Og eitt í viðbót: ég er réttur og sléttur ræfill. Já, ræfill sem ekkert kann. Ég hélt þó hér forðum að Guð og gæfan myndi gera mér afbragðsmann. Hefti vill framsókna frömuð, því fátt er nú göfur en það. Og hefti vill syngjandi sjálfstæðishetju með saltfisk í hjartastað. En allt lítur drottins lögum í lofti, á jörð og í sjó. Ég eltist og snýst við minn eigin skugga og öðlast ei stundar ró. Sem réttur og sléttur ræfill, ég ráfa stræti og torg, með hugan fullan af hetjudraumum, hjartað lamað af sorg. Já, þetta kvæði er eftir Stein Steinar og kvæði á undan er eftir Örn Arnarsson. Fundarstjóri eða ég var bara að fá vélsmiðin til að taka fyrir okkur lag á gítarinn. Ég ætlaði að gera það sjálfur en nú hef ég bara ekki kraft í það og vélsmiðurinn okkar sem var líka að gefa út bók, hann var að gefa út bók fyrir jólin og hann kannski kemur hérna og les úr henni líka einhvern tíma seinna. En við köllum hann í Grindavík, þetta er uppfinningamaður, við köllum hann Sigga Millimeter og hann gengst við nafninu og hann á það minnstakosti ef það er ekki bara mikrómeter, hann er svo flottur í sínu starfi. Sigurður, gjörðu svo vel. Það er ljótt að fara svona með gamalmenni. Ég er nú ekki ennum 84. En af því að allir er að fara með vísur. Ég var í Skagafirðinum og þar yrkjaði nú mikið. Og ég lærði eina vísu sem hefur lýst að Skagafirðingum mjög vel. Rauð til viðar sólin seig, sopin hinsta dreggin, hundurinn upp við mannin meig og maðurinn upp við vegginn. En ef ég get spilað, næra gítarna líka. Herðu, ég ætla að reyna, takið þið bara undir viðlagið. Stína var lítil stúlka í sveit,
hækkaði óðum blóðleg og heit. Hún fór að vinna, var margt að gera, lærði að spinna, látum það vera. Svo var úti sumar og haust, svona var lífið stríðendalaust. Sangat úr dýna, söng hana sína, sungið með hárri raust. Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á mér. Og þegar vera léttur í hund, og vaskar hverja ánægjustund. Gaman fannst Stína að glettast við pilt, gaf hún þau auga, var oftast stilt. Svo sá hún Stjána, þar vakti þrána, hann kom á grána, út yfir ána. Sæl var hún Stína, saklaus og hraust, svo fór hann burtu, kollítum haust. Sangat hún Stína, söng hana sína, sungið með hárri raust. Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á mér. Gott að vera léttur í haust, og vaskar hverja ánægjustund. Nú hún Stína gömul og grá, getur þó skemmt sér dansleikjum á. Situr hún róleg, horfir á hina, heyrilast í takt í dansmusikina. Alltaf Stína ánægð og hraust, aldrei finnst henni neitt tilgangslaust. En getur Stína söng hana sína, sungið með hárri raust. Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á mér. Gott að vera léttur í hund, og vaskar hverja ánægjustund. Ekki nóg? Jú. Hann bregst ekki, vinur minn. Kannski ég neyðist til að taka eitt. Ég er líka gamall, ég er bara ábyggilega, jæja, förum ekki nánar út í það. Heyrið þetta hér? Yfir Austurfjöllum skín, það ilmar og ljómar í blæ. Til fjallsins liggja fótspor mín á því, meðan fólki sefur í ég fór þetta laginu. Ég bara get ekki sungið, röddin er bara búin. En verð ekki bara fyrirgefið. Jæja, góðir þátttakendur. Sko, við höfum verið með þessa sagnastund hérna og
Nú henni að ljúka á þessu vori en við ætlum nú ef við verðum í góðu stuði þá ætlum við nú að fara í gang í september. Það ekki Bárður? Ekki? Já, segir hann. Sko, sagnastund og eðli akkurat það sem gerðist hér þegar menn koma svona saman og það sögumaður og hann fer með okkur eitthvað. Og mér finnst heldur betur að athafnamanninum og menningarmanninum úr Grindavík alla hafi tekist akkurat það núna. Taka okkur til sín og færa okkur inn í annan heim. Það ekki? Já, og aðsókn það hérna velkomið þetta bara ef menn vilja sitja og spjalla og það hægt að fá hérna vöfflu og bjór og jafnvel bara hvítvínsglas ef einhver leggur í það þessari stundu. En að því sagðu þá þakka ykkur innilega fyrir komuna hingað á sagnastund á Garðskaga í Garðinum. Takk fyrir.